Þetta ekki í fyrsta sinn sem ég fjalla þetta efni sem við höfum fyrir okkur í dag. Persónurna þrjár sem guðdómurinn samastendur af. En það að gefnu tilefni og marg endurtekinni uppgötvun að maður heyrir á meðal manna að það mikil ringulreið varðandi þetta efni. Og þó það svo mikilvægt fyrir okkur að við gerum okkur grein fyrir þessum þremur persónu guðdómsins, sem þó sagt að sé bara einn Guð. Og ef að Guð kýs að kynna sig þannig á meðal okkar mannana sem einn Guð, hver við þá að efast það að hann sé einn, eða að rántúlka hvað hann á við með því að segja það engin annar Guð en ég. Ég ætla að fara yfir þetta einu sinni enn í dag og öðruvísi en venjulega, í vonum að þetta hjálpi einhverjum að skilja hvað orð Guðs hefur að segja persónur guðdómsins. En ég vil bara leggja áherslu á svona sem grunntón að þessu efni. Þetta okkur öllum syndugum mannverum nauðsynlegt að skilja hvað Guð að gera okkur til sáluhjálpar. Svo nú skulum við bara byrja og fletta í Biblíunni, og þetta bara lítið sýnishorn af öllu því sem það að finna þrjár persónur guðdómsins. Það segir í upphafi Biblíunnar, nánast í fyrstu orðunum, að í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, þannig Guð nefndur, og hún var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Hér anda Guðs eða andi Guðs kynntur á fyrstu blaðsíðum í fyrstu setningum heilagrar ritningar. Eitthvað hlýtur hann að hafa stórt hlutverk að leika í áformi Guðs okkur til bjargar. Svo þarna að finna Guð og heilagan anda. Það segir ekki að þessi Guð sem þarna sé bæði faðirinn og sonurinn, en við komumst að raun það að allar þrjár persónu guðdómsins voru til staðar þegar að þessi jörð og þetta mannkyn var skapað. Við skulum halda áfram okkar rannsókn. Í 6. kafla í 1. Mósebók þá þetta að finna, mönnunum tók að fjölga á jörðinni og þeim fæddust dætur, sáu synir Guðs að dætur mannanna voru fríðar og tóku sér konur meðal þeirra, allar sem þeim geðjuðust. Þá sagði drottinn, andi minn skal ekki ævilega búa í manninum, með því að hann einnig hold, verið dagar hans nú 120 ár. Hugsið ykkur, þannig andinn aftur kynntur til sögunar, og bara til að stikla á stóru, og við munum komast betur að raun það eftir því sem við höldum athugun okkar áfram, að heilagur andi að allstaðar alla ritninguna. Hann svo mikilvægur í áformi Guðs okkur til handa til eilífrar lausnar frá synd. Svo förum við í Salmana 51, þar sem að Davíð, eftir að hafa drygt hræðilega synd, að þá iðraðist hann af einlægni, og í bæninni að finna meðal annars þetta: byrg augleit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar, skapa í mig hreint hjarta, ó Guð, veit mér nýjan stöðugan anda, varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þín sjálfbræðis og styð mig með fúslegs anda, að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Leiðum við sjáum hér mjög svo iðrandi mann, Davíð, konung, tjá sig að hann umþæpið að vera glataður maður að eilífu, nema tilkomi iðrun, sár iðrun, og hrópti drottins fyrirgefningu og að hann verði endurreistu til
að vera sáttur maður við Guð og menn. Og þannig heilagur andi nefndur. Og það sem að Davíð óttast mest að heilagur andi verði tekin endanlega frá honum. Hann hafði guðfræðina alveg hárrétta hvað það snerti að heilagur andi var honum nauðsynlegur til sáluhjálpar, ekkert síður en Jesús Kristur eða úttelt blóð hans eða afskipti föðurins. Og við höldum áfram og skoðum persónu guðdómsins. Margir telja að þar sem enginn hafi séð heilagan anda, þar sem hann sé bara andi en ekki raunveruleg persóna, þannig afskrifa þeir þann möguleika að hann sé raunveruleg persóna. En hvað segja þeir þá þessar tvær fullyrðingar Jesú Krists? Og nú vitna ég beint í Jesú Krist. Guð andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Tilvitnunin endar þessi frá Jóhannesi 4. kafla og nú förum við í Jóhannes 1. kaflan. Þar segir Jesús: enginn hefur nokkurn tíma séð Guð, sonurinn eini Guð. Hér sonur kallaði Guð, takið eftir. Í faðmi sem í faðmi föðurins, hann hefur byrt hann. Og af hverju hefur enginn séð Guð? Og hér átt við föðurinn. Það vegna þess, eins og við sjáum í spádómsbók Jesaja, ég ekki með það á tjaldinu núna, en í 7. kaflanu þar, þá segir frá því að spámaðurinn Jesaja, hann fékk vitrun, hann sér almáttuga Guð á hásæti sínu, hið efra á himni, og hann segir: vei mér syndugum manni með óhreinar varir, því að ég hef séð hinn almáttuga, Guð, eilífan og almáttugan. Hann vissi að enginn syndari getur séð Guð og lifa það af án þess að eitthvað annað komi til. Og það sagt frá því að Guð, sá sem í hásætinu satt, skipaði engli að sækja glóðamóla úr eldi sem það logaði og snerta varir syndarans, spámannsins Jesaja. Og þá gat það lifað af að hafa séð Guð almáttugan. Skiljum við núna af hverju enginn hefur séð Guð? Föðurinn? En af hverju sjáum við þá Jesú sem kallaði Guð? Og við vorum að lesa það núna rétt áðan að hann líka kallaði Guð. Það vegna þess að hann tók á sig að gerast maður á meðal manna. Svo hann gæti gengið á meðal manna á þess að þeir myndu allir deyja við að sjá hann. Guð gerir allt mögulegt fyrir okkur til þess að við lifum af syndina. Ef við bara tökum á móti kærleika Guðs föður, Guðs sonarins og Guðs heilags anda. Við ætlum að kynna heilagan anda betur. Heilagur andi okkur ákaflega mikilvægur í áformi guðdómsins okkur til bjargar. Sjáu þið bara hvað segir í 8. kafla Rómverjabréfsins og tilvitnun byrjar. Þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans að það biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Getum við séð núna hvert hlutverk heilags anda það að segja bara eitt af þeim. Því að við munum komast að rauna mörg önnur hlutverk sem hann hefur að sinna okkar á meðal, okkur til bjargar, eilíflega til bjargar frá syndum okkar. Jú, Kristur varð að deyja og hans blóði útelt til að borga syndasekt mannkynsins og hann færði fórnina. Hann féll aldrei í synd þrátt fyrir árásir og freistingar óvinarins. Og þess vegna hann okkur allt, þar sé sonurinn. Hér sjáum við að heilagur andi hefur stórt hlutverk og við eftir að kynnast fleirum.
Og það Jesus sem að segja þetta í 16. kafla hjá Jóhannesi, en ég segi yður sannleikan, og hann að segja satt. Hann leggur áherslu á, þetta sannleiki. Það yður til góðs að ég fari burt, því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn. Hver hann? Kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Með öðrum orðum, að áliti eða mati guðdómsins. Þá var ekki hægt að bjarga manninum öðruvísi en að öllu væri teflt til sem komu að sköpun mannsins og jarðarinnar, öllu lífi hér á jörðinni. Og það heilagur andi sem að sannfærir okkur að við erum svo sek, við erum svo syndu, við erum í svo mikil þörf fyrir réttlæti Guðs sem okkur verður gefið þegar við iðrumst og viljum þiggja. Og það hann sem sannfærir okkur dóm Guðs á efsta degi þegar við meðtökum þann dóm sem kveðinn hefur verið upp. Við höldum áfram, þarna einnig sagt frá því, en hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. Sjáu því, það Jesus sem að segja, það þarf eitthvað meira að koma til heldur ég, segja Jesu sjálfa sig. Heilagur andi þarf að koma til sögunar. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikas, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yfir það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yfir, segir Jesus Kristur frelsarinn okkar. Sjáu það áhersluna þarna. Hann mun leiða okkur í alla sannleikan og þess vegna hann kallar andi sannleikas. Hann líka kallar heilagur andi. En þó að hann sé kallaður andi, að það þýðir ekki að hann sé ekki til sem persóna, bara að því að menn sjá hann ekki. En þið munum komast að raunum ýmsu þar að lútandi. Það segir þarna að hann muni gera Jesu dýrlegan. Hann talar ekki svo mikið sjálfa sig, en hann talar Jesu Krist. Vitnar hann, upphefur hann. Þess vegna ber svo lítið á heilugum anda sem persónu. Hann sést ekki einu sinni. En hann þarna, hann hérna. Og hann hefur mörgum hlutverkum að gegna okkur til sáluhjálpar, okkur til bjargar. Við skulum halda áfram. Sjáum í 12. kafla Mattheusar Guðspjalls. Þar sagði Kristur eitthvað mikilvægi heilags anda þegar kemur að eilífu hjálpræði okkar, og nú ætlum ég að vitna alveg orðrétt í 30. vers og þar áfram í 12. kafla Mattheusar. Hver sem er ekki með mér á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segja yður, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlöst gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Erum við að koma auga á mikilvægi heilags anda í lífi okkar? Við skulum halda áfram tilvitnun. Þar segir, hverju sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki þessum heimi né í hinu komandi, og tilvitnun endar. Sko, þetta slær mig bara virkilega og hristir mig til og frá til þess að kannast við að Jesus, hann okkur allt, en hann sjálfur segir að hann fari í burtu tíma þegar hann var tekið svo af lífi á Golgata, en þá myndi einhver annar koma í staðinn fyrir hann. Og hann okkur svo mikilvægur að ef við syndum gegn honum, þá enga friðþægingu eða hjálp að fá fyrir viðkomandi. Enga.
Það nógu skýrt, Og svo dirfast margir menn, meira að segja sumir kennimenn og predikarar í mörgum mismunandi söfnuðum að segja heilagur andi sé ekki persóna. Hann sést ekki. Hann bara einhver gufa, einhver vindur, gola eða hvað sem þið vilja nefna. Jesus sagði, ég vitnaði í það áðan, að Guð andi. Og hann sagði, enginn hefur séð hann. Og þó trúum við því að Guð Faðir sé til og hann hafi gefið soninn í heiminn okkur til bjargar. Hann gaf líka heilagan anda okkur til bjargar og Jesus segist líka hafa sendt heilagan anda. Þannig Guðdómurinn alveg sem eitt hold, sem ein persóna, en þó 3 mismunandi eftir hlutverkum sem þeir vinna. Og ég má til með geta þess hér að óvinur Guðs og manna, Satan, samkvæmt því sem að Jesus sjálfur sagði að hann væri lygari og væri faðir lyginnar, hann í því á fullu alla daga að ljúga að fólki og alveg sérstaklega allt varðar Guðdóminn og áform hans okkur til hjálpar. Þess vegna lögð alveg sérstök áhersla á mikilvægi anda sannleikas, öðru nafni heilagum anda. En við höldum áfram. Förum yfir í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalds. Þar segir Jesus, þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður, en hjálparinn andinn heilagi, sjáu þið, sem Faðirinn mun senda, hérna kemur þetta, Faðirinn sendir, en við vorum að lesa að Jesus sendir hann. Þannig eru þeir eins og ein sál, ein persóna, með sama áform. Og bæði Faðirinn og Sonurinn senda hjálparann, andan heilaga. Og svo segir, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefur sagt yður. Svo ef við höfum ekki heilan anda til staðar, þá enginn til að minna okkur á, eða kenna okkur allt mögulegt, sem heimurinn vill að við lærum og kynnumst í sambandi við sáluhjálp okkar syndarana. Ég hef oft íhugað þetta efni í gegnum árin og áratugina. En því ofta sem ég gerði það og lest því meira í reikningunni fram og tilbaka persónu Guðdómsins, því meira hrifst ég. Þetta svo stórkostlegt efni að þegar við virkilega gerum okkur grein fyrir það, fyrir því sem að heiminin gerir okkur til bjarga, til hjálpar bæði daglega og endalega og alveg og að eilífu, þá getum við ekki annað en hrifist, því að Guð góður Guð. Hann kærleiksríkur. Að frelsarinn okkar Jesus Kristur góður frelsari og dásamlegur Guð. En það það sama sem Biblía segir heilagan anda. Hann undursamlegur Guð. Hann kallaður Guð aftur og aftur í Biblíunni. Og hann vinnur að sáluhjálp okkar. Engu minna en hinar persónur Guðdómsins. Það að Guð kýs að kalla sjálfa sig bara einn Guð. Það hans mál. Og hver eru við að þrasa eða þrátta við Guð almáttugan hvernig hann kýs að lýsa sér. En óvinnurinn sem ég vekað áðan, hann að reyna að rugla okkur syndarana í þessu með persónu Guðdómsins og segja það bara einn Guð. Hinir ekki Guð. En svo ruglar hann mannkynið almennt með því að kynna allskis fjölgyðis trú. Sjáu þið til dæmis, bara á Indlandi einu okkur sagt að þar séu 1000 mismunandi guða kynntir í trúarbrögðum Indverja. Óvinnunum hefur tekist mjög vel upp sums staðar í heiminum, meir en annars staðar oft og einað. Þetta gott dæmi það. En vegna þess að Guð kynnir sig í Biblíunni sem einn
og þó 3 persónur, þá notar óvinnurinn sér þetta í fáfræði okkar af því að við lesum ekki orðið. Lesum ekki það sem heilagur andi hefur að segja okkur og kenna okkur persónu guðdómsins. Og sannfæri marga að ef að þú trúir því að Guð sé 3 persónur, þá erum við segum fjölgyðistrú, eins og fjöldin allur annars staðar í heiminum. Þannig ruglar óvinnurinn með miklum árangri, jafnvel marga á meðal hinna kristnu, sem játa kristna trú. En við skulum halda áfram. Í Efesusbréfi í 4. kafla þar segir: látið ekkert skaðlegt orð líða yður af munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar þar sem þörf gerist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Takið nú eftir. Hryggið ekki Guðs heilaga anda, sem þér eruð innsiglaði með til endurlausna dagsins. Láti hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt yður og alla mannvonsku yfirleitt. Því að ef við ölum á einhverju af þessu, og aðeins eitt nægir til að fjarlægja okkur frá Guði og hjálpræðinu, ef við ölum á einhverju slíku, að þá erum við gladaða manneskjur. Þá syngum við gegn heilagum anda. Við hryggjum heilagan anda. Og að hryggja hann að synga gegn heilagum anda. Og við vorum að lesa það áðan í Matthews í 12. kafla, að það syndi gegn heilagum anda sem aldrei verður fyrirgefin. Af hverju? Af hverju ekki? Vegna þess að hann á síðasta orðið okkur í viðleitni sinni við að sannfæra okkur og leiða okkur til sannleika, til Golgata, að meðtaka útelt blóð Jesú Krists, eða meðtaka kærleiksríka föður á himnum. Guð hjálp okkur til þess að drýja ekki syndina gegn heilagum anda. Kristur mun fyrirgefa allt sem við gerum gegn honum. Faðirinn mun fyrirgefa okkur allt sem við kunnum að mæla gegn honum. Og hafið tekið eftir því að algengustu blótsyrði manna á meðal snúast oft að nota persónu guðdómsins. En ef við dirfumst að efast það sem heilagur andi að gera í lífi okkar og segja þetta eitthvað annað, annarlega áhrif, og það gerist þar til að náðatíman lýkur, þetta hik, þessa tafir sem við sláum, að sláum því á frest, að yðrast og leyfa andanum að leiða okkur til Jesú Krists, til að meðtaka fórnaðs fyrir okkar syndir. Ef það dregst á langinn, þá enga hjálp að hafa fyrir syndir okkar. Að hunsa þannig leið sem heilags anda að drýja syndina sem aldrei verður fyrirgefin. Nú ætlum við að fara í Póstulasöguna í 5. kaflan. Þar segir í byrjun af versunum: en maður nokkur Ananías að nafni seldi ásamt Safíru konu sinni eign og dró undan af verðinu með vitund konu sinnar, en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur lærisveinana. Pétur mælti Ananías: hví fyllti Satan hjarta þitt, svo að þú laugst að heilagum anda? Hér persóna á verðinni sem hægt að ljúga að? Já, þú laugst að heilagum anda og dróst undan af verði lands þíns. Var landið ekki þitt meðan þú átti það, og var ekki andvirðið þess að þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið af mönnum, heldur Guði. Hver Guð hér? Heilagur andi. Þegar Ananías heyrði þetta, féll hann niður og gaf upp öndina og dó. Svo sagt frá konunni sem var fjarri þegar þetta gerðist. Þegar svo hún kom
og uppgötaði að maðurinn hennar verið dáinn fyrir þessa sök, þá dó hún einnig því að hún var samsett í lyginni. Það er hættulegt að hunsa leiðsögn heilags anda í lífi okkar. Hún gæti leitt til syndarinnar sem aldrei verður fyrirgefin, sem felst í því að iðrast af einlægni og leyfa heilagum anda að leiða okkur samkvæmt vilja Guðs föður, samkvæmt vilja Guðs sonarins Jesú Krists. Í 1. Pétursbréfi í 1. kafla þar segir þetta Jesú: með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs, með dýrmætu blóði Krists. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Fyrir hann trúi þér á Guð, vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýr svo að trú yðar skildi jafnframt vera von til Guðs. Þetta segir í 1. Pétursbréfinu. Það segir þarna að Jesús var útvalinn til þess að verða frelsari áður en veröldin var grundvölluð, áður en mannkyni var skapað. Jesús Kristur frá eilífð. Hann á sér enga byrjun. Svo einkennilega sem okkur kann að finnast það og ómögulegt, þá það yfirlýsing Biblíunnar að Guð hefur alltaf verið til, hvort sem ræða Guð föður, Guð soninn eða Guð heilagan anda. Nema Jesús Kristur, ein persóna Guðdómsins, langt aftur í eilíðinni, löngu áður en skapaður, þessi heimi var skapaður, áður en mannkyni var skapað, að þá var reiknað með því að mannkynið, Adam og Eva til að byrja með, voru sköpuð með hæfileika til að velja og hafna, að hlýða og vera holl Guði skapara sínum og bregðast honum aldrei. En það var reiknað með því að þetta gæti gerst. Á meðan við nefnum hér staðar augnablik, ætla ég að beina athygli ykkar að, kannski heima í góðu tómi. Finnið þið Nehemía, bókina í Biblíunni, Nehemía, 9. kaplan, Nehemía 9. Þetta sama talan ýmist 9 eða 6, sama hvernig við snýr tölunum. 9. kapla í 7. versi, það segir frá því að Guð hafi skapað heimana, með öðrum orðum veraldir. Allar veraldirnar sem þá voru tilkomnar áður en þessi heimi var skapaður. Þar var nefnilega engin synd. En þegar Guð skapar, hann skapar ekki vélmenni, hann skapar frjálsar manneskju til að velja og hafna, sem læra að elska hann og hata lygina. Með öðrum orðum, lygin og Satan myndu aldrei koma til sögunar í neinum þessari veralda sem við varum að víkja að í þessu texta. Það segir líka frá því í Jesaja í kapla 45, frekar 44, ég man ekki alveg öðru kaplanum, að það eru skapaðir heimar, veraldir, og það segir þar, og ekki til þess að væri auðn eða jörðin, þegar þessi jörðu sköpuð, var ekki sköpuð til þess að vera auðn. Þannig það með hinar veraldirnar. Það eru eins konar mannkyn þar líka. Lifandi verur sem að hafa fylgst með deilinu miklu sem hófst á himni skömmu áður en þessi heimur okkar var skapaður. Að þar hófst deila. Forustu engill Lúsifer. Hann fór að mæla gegn Jesú Kristi sem átt að skapa og vera skaparinn fyrir þessa jörð. Og hann heimtiði að fá að vera í ráðgjöf og ráðgjafasal himelsins, þar sem bara persónu Guðdómsins koma saman til ákvörðunar
eitt og annað sem þær persónu fýsir að gera. Og það leiddi til þeirra uppreisnar að honum og englum sem fylgdu honum, þar að segja Satan, að málum var varpað niður á jörðina. Vegna þess að hér hafði honum tekist að spilla fyrstu foreldrum okkar, Adam og Evu. Það sem að Eva var fengið til að efast það sem Drottinn sagði við hana, ef þú syndgar myndu deyja. Satan laug því að henni, þú myndu vissulega ekki deyja. Lesið þetta í byrjun á köflum Biblíunnar. Það merkileg saga þetta allt. Svo að hér eru við að lesa í fyrra Pétursbréfinu að hann, Jesús, var útvalinn, langt aftur í eilífð, til þess að vera frelsari okkar. Hann var til, en hann lagði niður tignirnar og völdin og aðdáun og tilbeiðslu sem að naut á himni til að gerast maður á meðal manna og uppfylla þannig kröfu lögmálsins að sá sem syndgar, hann mun deyja og hann dó fyrir okkur syndlaus og þess vegna reis hann upp frá dauðum. Við skulum halda áfram og sjá hvað meira að segja hérna. Í fyrsta kaflanum hjá Jóhannesi segir til dæmis þetta og takið nú vel eftir. Í upphafi var orðið, það með stóru staf orð. Þetta nafnið á þeim sem skapaði og orðið var hjá Guði. Þetta þá einhver persóna Guðdómsins sem var í Guðdóminum líka. Og orðið var Guð, þá höfum við það svart á hvítu. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutur urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Svo höldum við áfram síðar í þessari tilvitnun. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Þið sjáu þetta Jesús á ferðinni. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllu þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim trúa á nafn hans. Og orðið varð hold, og hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurinn. Hér verður að tala bæði soninn og föðurinn. Svo þið sjáuð að Biblían sjálf talar mismunandi persónur. Og í Jesaja merkilega tilvitnuna að finna í 43. kafla. En þér voruð mínir vottar, segir Drottinn, og minn þjón sem ég hefi útvalið, til þess að þér skyldu kannast við og trúa mér og skilja að það ég einn. Hér áhersla á einn Guð. Hefur Drottinn ekki heimild og vald til þess að segjast vera það sem hann Hann einn. En það kemur í ljós að Guðdómurinn opinberast á meðal okkar mannana sem 3 mismunandi persónur, eins og við höfum þegar komið auga á. En við höldum áfram. Á undan mér hefur engin Guð verið búinn til og eftir mig mun engin verða til. Ég Drottinn og engin frelsari til nema ég. Hver frelsarinn? Jesús Kristur. Og hann segir það engin annar Guð en ég. Og þó hann sífellt að tala við Guð í bæni, eins og í 17. kaflanum hjá Jóhannesi. Allur kaflinn bæn hans til föðurins á himnum. Skömmu hann handtekinn og tekinn af lífi. Og svo segir hann, það ég sem boðaði og hjálpaði og kunngjörði, en engin annar yðar á meðal og þér votta mínir, segir Drottinn. Ég Guð. Þetta Jesús að tala. Já, enn í dag ég hinn sami, enginn getur frelsað af minni hendi. Hver vill gjöra það ógjört sem ég framkvæmi? Svo segir Drottinn, frelsari yðar, hinn heilagi í Ísrael.
Jesus Kristus segir öll þessi orð og yfirlýsingar eins og það sé aðeins einn Guð að ræða og það alveg hárrétt. Það þannig Guð sem kýs að kynna sig sem 3 mismunandi personur sem sinna mismunandi hlutverkum í áformi himinsins okkur syndugum til bjargar. Og svo það 45. kaflinn hjá Jesaja. Já, svo segir Drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð. Sá jörðina hefur myndað. Við erum að tala Jésu Krist, hann skaparinn. Og hana tilbúið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn. Þetta segir okkur að það sem segir í Nehemía, 9. kafla, heimana sem hafa verið skapaðir, þeir voru ekki skapaðir til að vera bara einhver tungl, köld og mannlaus eða án lífs. Og eins það með jörðina hér, hún var sköpuð til þess að vera full af lífi. En svo höldum við áfram að lesa hérna. Hann hefur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég Drottinn og engin annar. Og þannig það að þetta hrífur mig. Ég vona að þetta hrífi ykkur því að þetta svo undursamlegu boðskapur. Og enn einu sinni til dæmis í Mattheus í 3. kaflanum, þar sem sagt frá skírn Jésu Kristi, Jóhannes skýrði hann. Þar segir að þegar Jesus hafði verið skýrður, stíð hann jafnskjótt upp úr vatninu. Þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guð stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum. Þessi minn elskaði sonur sem ég hefi valdþjófnun á. Þannig sjáum við allar 3 personurnar, ekki með berum augum, ekki þannig að þið sjáu Guð föðurinn eða sjáu heilagan anda, en við vitum, við skynjum að allar 3 personurnar þarna til staðar á sama stað, á sama tíma, það sem að faðurinn kynntur, það sem heilagur andi kynntur og það sem sonurinn Jesus Kristur boðaði líka. Nú skulum við skoða Filippibréfið, 2. kapitula, texti sem að ég hef oft boðað og predikað og gera það einu sinni enn nema í þessu ljósi varðandi persónu guðdómsins. Þar segir, verið með sama hugafari sem Jesus Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, takiði eftir yfirlýsingunni. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og var hlýðinn. Allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra. Til þess að fyrir nafni Jesus skuli hver kné beygja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesus Kristur Drottinn. Hérna sjáum við söguna í örstuttri samantekt af Guði sjálfum sem fullyrðir að Jesus var til, hann var í upphafi allt sem við þekkjum og hann svipti sig allri tilbeiðslu og tign og aðdáun himneskra vera eða annara veralda til þess að koma hingað til þessarar jarðar sem einn af mannkyninu og vera sýnilegur. Sá eini af persónu guðdómsins sem að hefur gjört sig sýnilegan þannig. Og meira að segja Móses þegar hann þráði á fjallinu forðum að sjá Guð, bað Guð að leyfa sér að sjá sig, þá sagði Drottinn við hann, þú getur séð mig þegar ég komi fram hjá þér. Og Mósi fekk að sjá á bak Drottins það sem að hvarf sýninni. Þetta var það næsta sem að hann fekk að sjá Guð. En Guð kærleiksríkur, hann að hlífa okkur við að fara ekki að þurfa að smakka dauðan við það eitt að sjá hann.
Þess vegna hann ekki sýnilegur í dag. En á efsta degi, þið lesið það í Åpenbararbókinni í 20. kafla. Það segir frá því í 20. og 21. kafla hvað gerist í lok 1000 áranna. Það segir frá því að Guð mun opinberast og hann mun þurrka tárin af augum hvers og eins. Og einhver kom mér til að hugsa það. Það var sonur minn sem prestur. Hann sagði, pabbi, hver heldur þú að þurrki tárin af augum Guðs? Hann hlýtur að gráta yfir öllum þeim einstaklingum sem hann skapaði til þess að lifa að eilífu. Þegar hann afmá líf þeirra að eilífu. Þá grætur drottinn. En nú sjáum við að hann hefur lagt af, þar sé Kristur núna, lagði niður öll völd og tignir og áhrif og tilbeiðslu við efra sem hann hafði notið frá eilífið. Því að nú ætlaði hann að skreppa inn í mannkynið sem væri hann maður og gerast frelsari mannana. Og fullkomin fyrirmynd, syndlaus, allt til dauðans. Hér í Filippibréfinu öðru kafla í loka orðanum, þá okkur sagt að það kemur svo stund að allir á himni munu beygja sig fyrir Jesú Kristi og allir á jörðinu sem þá lifandi fyrir Jesú Kristi. Og allir þeir sem hafa dáið eru neðan jarðar, undir yfirborði jarðar, þeir munu allir rísa upp og sjá að Jesús Kristur raunverulega hinn sanni Guð og drottinn og frelsari og skapari, allt í senn. Og þannig verið að greina frá þessu alls herjar uppgjöri fyrir synd í þessum heimi. Og allt þetta rugla með manna persónu Guðdómsins, einn ekki sjáanlegur og svo framvegis, einn ekki til af því að hann sést ekki og hvað eina slíkt. Að Jesús segir sér byrjun, hann á sér enga byrjun, hann hefur alltaf verið og við skiljum ekki hvernig þetta hægt. Við skiljum heldur ekki hvernig einn getur verið þrír eða þrír getur verið einn. Látu Guð það. Hann hefur kosið að kynna sig í mannheimi á þennan hátt. En það segir þannig í 17. versinu hjá Jóhannes í 17. kafla. Ég hefi gert þig dýrlegan á jörðu. Þetta Jesús að tala og að tala við föður sinn. Í bæninni áður en að hafa tekin að lífi. Ég hefi gert þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fjast mér að vinna. Hann tók að þessi verk. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýr sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Sjáu því, þetta allt svo skýrt, svo greinilegt í Biblíunni ef við bara gefum okkur tíma og fúsleika til að kynnast Guði betur. Hann allstaður alla Biblíuna að boða sjálfa sig á þennan hátt eins og ég hefi kynnt fyrir ykkur hér í dag. Svo segir hann, ég bið fyrir þeim, þar að segja hinnir sem meðtaka hjálparleiði. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið með því að þeir eru þínir. Allt mitt þitt og þitt mitt. Sjáu þið eininguna. Í þeim ég dýrlegur orðin. Ég ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum, en ég kem til þín, heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo þeir verði eitt, eins og við. Sjáu þið? Eitt Guð, 3 persónur. Og í Jóel í 3. kafla, bara til að leggja áherslu á heilagan anda einu sinni enn, þá sagt fyrir mikla stórkostlega vakningu sem á eftir að verða áður en Kristi kemur. Hann segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold.
Synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum, sjáu þið mikilvægi hans aftur, og ég vil láta tákn verða á himnu og jörðu, blóð, eld og reykjastróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn mikli og ógulegi dagur Drottins kemur, og hver sem ákallar nafn Drottins mun frelsast. Hugsaðu ykkur, heilagur andi kemur þess öllu til leiðar, alveg í blá lokin á mannkyninu, áður að Kristur birtist í skýjum himinsins til að sækja fólki sitt. Og í öðru Pétursbréfi í 1. kaflanum segir, en þá áreiðalegra oss því nú hið spámanlega orð. Og það rétt að viður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum yðar. Vitið það umfram allt að enginn þýðir neinn spádóm ritningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spádómu borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af hverju? Heilagum anda, einu sinni enn. Heilagur andi, hann á fullu alla daga að reyna að gera okkur eitthvað gott, alveg eins og Jesus gerði, eða Faðirinn stýrði þessu öllu frá hásæti himinsins hið efra. Og að lokum, í loka orðu Biblíuna, alveg í síðasta kaflanum, þá segir, og andinn, hér heilagur andi, og brúðurinn, það annar nafn sem gefin hinum kristna söfnuði, og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyrir segja, kom þú, og sá sem þyrstur hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Hugsið ykkur, allt ókeypis, ef við bara viljum meðtaka. Af öllum framangreindum yfirlýsingum Biblíunnar augljóst að Guð lýsir sjálfur sér sem einn Guð í 3 persónum. Samanber, hjón eitt hold. Allar 3 persónurnar eiga mikilvæga þátt í áformi himinsins til að bjarga syndurum frá eilífri glötun. Spurningin aðeins þessi, vilt þú meðtaka og trúið þú orði Guðs persónu Guðdómsins sem einn Guð?